Komið sæl, í þessu myndbandi þá ætla ég að fjalla röðun eða umröðun hluta og til að byrja með þá ætla ég að fá 3 einstaklinga til þess að hjálpa mér. Við teiknum Simpsons systkinin. Ég er með 3 einstaklinga og spurningin er á hve marga vegu get ég raðað þeim. Nú, það er einfalt að finna út úr því í þessu tilfelli fyrst ég er með svona fáa einstaklinga. Ég get til dæmis víxlað á Möggu og Lísu, þá lítur þetta svona út, ekki satt. Nú, það eru ekki fleiri tilfelli í boði þar sem Bart er fremstur, þannig að ég ætla að prófa að setja hann einhvers staðar annars staðar. Til dæmis ef við setjum Möggu fremst, svo Bart, svo Lísu. Nú, það er annað tilfelli til þar sem að hún, Magga er fremst. Þar að við víxla bara á Bart og Lísu. Svona. Nú, svo getum við líka hugsa okkur að Lísa sé fremst og þá koma Bart og Magga þarna í kjölfarið. Og mér sýnist þá núna ekki vera fleiri möguleikar í boði. Það eru 2 möguleikar þar sem Bart er fremst, 2 möguleikar þar sem hún Magga er fremst og 2 möguleikar þar sem Lísa er fremst. Sem sagt, það virðist vera þannig að ég get raðað 3 hlutum á 6 mismunandi vegu. Ok, hvað ef að þeir eru fleiri? Tökum til dæmis ef ég er með 5 hluti eða n hluti og fáum þá bara alla fjölskylduna til að hjálpa okkur. Ef ég er með 5 einstaklinga, á hve marga vegu get ég raðað þeim? Nú, til dæmis svona. Setjum Homer fremstan, svo Marge, Bart, svo Lísa, svo Magga. Og nú ætla ég bara að halda foreldrunum í þessari röð, Homer, Marge fremst, en svo ætla ég bara að breyta röðin á börnunum. En ég veit það, ég sá það áðan að ég get raðað börnunum 3 á 6 mismunandi vegu. Þannig að hér erum við komin með 3 mismunandi leiðir og nú ætla ég aðeins að flýta mér í teikningunum. Svona spóla aðeins yfir þetta. Sjáu þið þannig að í fyrsta dálkinum þá er Homer og Marge fremst og svo 6 mismunandi leiðir til að raða börnunum. Í næsta dálki þá er ég að víxla á Homer og Marge. En aftur eru 6 mismunandi leiðir til að raða börnunum 3. Og svona get ég haldið áfram. Hvað ef að Lísa og Magga koma fremst og svo hin 3? Já, ég geti raðað þeim 3 þá Homer, Marge og Bart á 6 mismunandi vegu. Skulum gera það. Og svo áfram. Ég get víxlað á Möggu og Lísu og svo framvegis og svo framvegis. Þetta verða allt og margir möguleikar til þess að halda utanum með þessum hætti og ég hefði átt að vera löngu hættur í rauninni. Af því að það hlýtur bara að vera til töluvert einfaldari leið og það kemur í ljós að sú leið tengist því sem að við sáum í fyrra myndbandi, þar að segja þessu endurtekna vali. Og hér sjáum við, er ég komið bara aðeins 18 mismunandi tilfelli af 120 mögulegum leiðum til að raða. En kíkjum þá á hvaða leið væri hentugri til að finna alla þessa 120 möguleika eða allavega að finna fjölda þeirra á þess að við hreinlega skoðum alla möguleikana fyrir sig og fáum til þess aftur bara systkinin 3 til þess að hjálpa okkur ef ég er með Bart, Möggu og Lísu. Ég ætla að raða þeim. Við sáum áðan, við vitum það eru bara 6 leiðir til að gera það. Við erum búin að samfæra okkur það með því að skoða alla möguleikana. En eins og ég sagði, þetta tengist bara endurteknu vali. Í rauninni getum við litið svo á að ég er að velja þau í ákveðna röð. Ég ætla að velja í fremstan í röðina einn af þessum 3, þar að segja. Ég hef 3 valkosti þegar ég framkvæmi fyrsta valið. Þannig að á fyrsta
strikið hérna ætla ég bara að setja töluna 3. 3 valmöguleikar. En þá næst þegar ég á að velja, nú þá eru bara 2 eftir. Ég er búin að taka 1 af þessum 3 einstaklingum, þannig að þá eru bara 2 eftir. Þannig ég hef bara 2 valkosti eða 2 valmöguleika að velja hérna næsta skrefi og í síðasta skrefinu þá er bara 1 einstaklingur eftir. Þannig að það er bara 1 valmöguleiki í boði þá. Og ef ég margfalda þetta saman eins og hérna margfölduna reglan endurtekið val sagði okkur að gera, þá fæ ég 6 er það ekki. 3 möguleikar sinnum 2 möguleikar sinnum 1 möguleiki. Já, samtals er þetta 6 valmöguleikar. Og þá aftur að hérna 5 stökum, ef ég er með 5 hluti eða 5 einstaklinga eða eitthvað svoleiðis og ég ætla að raða þeim öllum í staðinn fyrir að þá fara að sjá fyrir mér alla möguleikana eins og ég gerði áðan og ég komst ekki upp í nema 18 möguleika af 120, þá get ég bara litið svo á að ég er að velja hérna í 5 sæti og þegar ég er að velja í fyrsta sætið þá hef ég 5 valkosti að ræða. Í næsta sæti þá eru bara 4 valmöguleikar eftir að því ég var búin að taka 1 af þessum hlutum eða 1 af þessum einstaklingum. Þar næsta þá eru bara 3 eftir og svo 2 og svo 1. Og svo margfalda ég þetta bara saman og fæ 120. Ok, þetta var tiltölulega einfalt, en hvað ef þetta hefði verið 100 einstaklingar? Nú þá hefði ég eiginlega ekki nefnt að fara að hérna margfalda 100 sinnum 99, sinnum 98 og svo framvegis. Þannig að við ætlum að hérna skilgreina nýtt hugtak og skoða hvernig við getum hérna nýtt reiknivélarnar til þess að reikna hérna þannig hluti, til dæmis að raða 50 manns eða 40 manns eða eitthvað. Skilgreinum hugtakið aðfeldi, en aðfeldi ekki neikvæðrar tölu n er táknað með n og svo upphrópunarmerki. Og n upphrópunarmerki er skilgreint sem þá talan n sinnum næsta heila tala á undan, sinnum næsta heila tala þar á undan og svo framvegis alveg niður í 1. Það er að segja n, sinnum talan n-1, sinnum talan n-2 og svo framvegis. Þannig að eins og við vorum með hérna áðan, 5, sinnum talan 5-1, sinnum talan 5-2, sinnum talan 5-3 og svo framvegis. Það er að segja 5 sinnum 4 sinnum 3 sinnum 2. Þannig að við vorum í raun að reikna 5 upphrópunarmerki hérna áðan, eða aðfeldið af 5. En við lesum þetta yfirleitt sem bara 5 hrópmerkt eða 5 hróp, segjum við gjarnan. Þannig að þegar þið sjáu tölu og upphrópunarmerki þá megið gjarnan segja, já, 5 hrópmerkt eða 5 hróp. 5 hrópmerkt er sem sagt 120. Og flest ykkar eða mörg ykkar eru með hérna þessar Casio reiknivélar og þið sjáið á þeim að þar má finna takka og fyrir ofan takkan stendur X hérna hrópmerkt. Þannig að þennan takka getið þið notað til að reikna aðfeldi. Til dæmis getið þið slegið inn töluna 5 og síðan shift og þennan takka til að virkja þá skipuna sem er hérna fyrir ofan takkan. Þannig að 5, shift og þessi tiltekni takki. Og svo sama sem merkið og þá fáið þið 120 vona ég. Nú þetta endilega prófa að slá inn 69 hrópmerkt annars vegar og svo 70 hrópmerkt því að þar kemur í ljós að þar skilur á milli. Reiknivélnar ráða við 69 hrópmerkt en ekki 70 hrópmerkt. Það er bara orðið of stór tala. Þannig að mér segja reiknivélnar ráða ekki við að raða 70 hérna hlutum eða 70 manns. Ok, en hvað ef ég ætla ekki að raða þeim öllum? Segjum sem svo að ég hafi 5 valkosti hérna, 5 stök eða 5 einstaklinga. Á hve marga vegu get ég raðað 2 af þessum 5? Þetta er afskaplega einfalt, 19 sem við læriðum í síðasta myndbandi. Ég er bara að raða í 2 sæti og fyrst hef ég 5 einstaklinga að velja og í næsta sæti hef ég 4 einstaklinga að velja. Til dæmis gæti ég lent í því að velja fyrst hana Lísu og svo Homer og þá er ég að velja úr þeim 4 sem eftir eru. Við getum ímyndað okkur svo að Lísa er farin hann úr hópnum. Þá eru 4 einstaklingar eftir og ég vel Homer þá. Þannig það eru 20 mismunandi leiðir til að gera þetta.
20 mismunandi umræðanir tveggja einstaklinga af 5. Þetta þá bara ein umröðun, það sé að Lísa og svo Hómer, það bara ein umröðun af 20. Bart og Marts væri önnur, eða Hómer og Lísa væri önnur, bara það víxla á röðinni, það ný umröðun. En hvað ef ég ætla að raða til dæmis 18 af 32? Aftur, þá nenni ég eiginlega ekki að gera 32 sinnum 31 sinnum 30 og svo framvegis þá til ég komið niður í 15, því að það eru 15 valmöguleikar eftir þegar ég að raða 18. hlutnum eða 18. einstaklingnum. Þið getið samfært ykkur þetta sjálf bara á blaði eða á puttunum eða eitthvað. En aftur, við skulum vera pínu útsjónarsöm og sjá síðan hvernig við getum nýtt reiknivélarnar til að reikna þetta. Þannig við viljum ekki að slá þetta inn á reiknivél, 32 sinnum 31 og svo framvegis, þangað til ég komið 18 stök. Heldur frekar, þá ætla ég að nota aðfeldið, ég ætla bara að nota 32 hrópmert, það margfeldið frá 32 og alveg niður í 1. Og ef ég deili því með 14 hrópmert, sjáu þið, þá styttast síðustu þættinir út þannig. 14 sinnum 13 og alveg niður í sinnum 1 styttist út móti nefnaranum og eftir stendur þá bara 32 sinnum 31 sinnum 30 og alveg niður í 15, ekki satt. En þetta má ég skrifa sem þá 32 hrópmert deilt með 14 hrópmert. Eða í rauninni þetta 32 hrópmert mínus 32, deilt með 32 mínus 18 inn í sviga hrópmert. Það að segja, ég set heildina fyrir ofanstrik og hrópmerki hana, en fyrir neðanstrik þá dreg ég þann fjölda sem ég ætla að raða frá heildinni og hrópmerki síðan þá niðurstöðu. Þegar ég dreg 18 frá 32 þá eru 14 eftir. Ok, og að lokum þá, þetta gefur tilefni til að setja fram bara hreinlega reglu, að þegar við ætlum að raða k hlutum af n mögulegum hlutum, þá má gera það á svona marga vegu. Það að segja n hrópmert, heildin hrópmert sem sagt, fyrir ofanstrik, deilt með n mínus k hrópmert fyrir neðanstrik. Það að segja heildin mínus fjöldin sem á að raða hrópmert fyrir neðanstrik. Og þetta táknum við gjarnan svona, undirskrifað n, stórt P og svo undirskrifað lítið k. NPK. Á ensku þá stendur P fyrir permutation sem þýðir umröðun. Og á reiknivélinni má finna takka til þess að gera þetta hreinlega. Hann frekar neðarlega á reiknivélinni núna. Undir deltakkanum, held ég hafi verið, þar stendur eitthvað svona NPR reyndar, en það það sama, NPR, NPK, skiptir engu máli. Þannig ef ég ætla að raða 18 stökum af 32 mögulegum, þá slægi ég inn á reikninguna 32 og svo shift og þennan takka þarna, NPR-takkan, þá fæ ég svona P á skjáinn og svo skrifa ég 18 og sama sem merkið. Ok? Og niðurstaðan úr þessu, ef ég að raða 18 stökum af 32 mögulegum, þá gefur reiknivélin mér að þetta 3, og svo einhverju aukastafir, sinnum 10 í 24. veldi. Þetta gríðarlega stór tala. Þetta held ég, má ég sjá, þetta 24,0. Þetta eru milljarða. Þetta gríðarlega stór tala. Það er hægt að raða 18 stökum af 32 mögulegum á mjög marga vegu. Nú það eru 32 bókstafir í íslenska stafrónu. Ef ég vel 18 þeirra og raða, þá hægt að gera það á svona marga mismunandi vegu. Já, við skulum held ég láta þetta gott heita. Þetta var býsna langt myndband. Í næsta myndbandi þá tek ég nokkur dæmi og ég held að sé alveg bráðnauðsynlegt að skoða dálítið að sýnidæmum með svona umræðanir og svo náttúrulega skiptir öllu máli að spreita sig á þeim sjálf, en takk í bili.